Kæri Jesús, enn og aftur leyfir okkur að koma til þín með það sem á hjarta okkar og leyfir okkur að heyra það sem þú hefur inn í mál að segja í dag, já, í þessum degi sem þú leyfir okkur að vakna inn í. Allt í þinni hendi, þú ræður öllu, þú stjórnar öllu og við viljum að þú stjórnir öllu, Drottinn Jesús, og einkum og sérilagi okkar lífi til að við fetum beinabrautir í Jesú heilaga nafni. Amen. Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við byrjum á bæn og það góður siður að byrja, já, prógram og ræðu á bæn, og það líka frábær siður að hefja dag með bæn. Bæn bæði löng og stutt. Stutt bæn gild bæn. Löng bæn það líka. En hvor áhrifameiri veit ég ekkert og fullir ekkert En Drottinn heyrir, hann heyrir bænakvakið okkar og það gleður hann. Og veistu af hverju, einkum og sérlagi? Jú, hann sér að þessi einstaklingur mundi eftir sér í þessum degi. Það gleður Drottinn. Ætli faðir og móðir gleðist ekki svipaðri gleði þegar barnið segir eitthvað fallegt við það á morgni dags, bara af því að það mundi eftir foreldrarnir sínum. Eitthvað hætt á því að barn gleymi foreldrarnir sínum? Það hygg ég nú reyndar ekki. En kannski eru börn misjafnlega áhugasöm að segja eitthvað slíkt við foreldra sína. En sumir gera þetta og það gleður foreldrarna. Eins með þig og bænina þína að hún gleður föðurinn á himnum sem sér að þú mundir eftir honum núna, og það honum mikils vert. Því að ef að ég og þú og við munum eftir Drottni næsta víst að við erum allavega á þeim tímapunkti til í að feta beinubrautina sem Drottinn leggur og með því leið forða okkur frá öllu illu. Öllu illu. Þetta óraunhæft að benda á það? Það tel ég ekki vera. Þetta nú allt í kringum okkur. Og ef við kom ekki að okkur, höfum við sogast inn í einhvað sem við kærðum okkur ekkert að sogast inn í, en gerðum nú samt, og við stakkurju. Að því eyrun nema alls konar, og augun nema einnig alls konar. Og þetta sem að eyru og augu sjá og heyra eyrun, hefur bara áhrif. Og það sem þetta að soga til sín því miður ekkert allt neitt sérstaklega uppbyggilegt. Þarna sjáum við ábyrgð kristins manns sem skal vera andhverfa þessara mála. Sem sagt, hann kemur og segir eitthvað sem á til góðs verða. Það verkins kristna manns og ekkert minna heldur það. Og hvernig líst okkur á svona boðskap? Já, okkur líst vel á hann. Það engin spurning. Og hver sem heyrir, hún líst vel á hann. Annað síðan hvað hann gerir. Fer allt eftir því bara hvað í hjartanu. Sé þar bitur og reiði sem mikið af, og við vitum þetta, þá gefur hann ekkert mikið fyrir þetta, en samt tekur hann á sinn hátt undir þetta, því hann veit að það betra að frambera gott en illt. Jafnvel þó menn framberi ekki það góða nema eftir dintin og dantin, eins og sagt
þá vita þeir samt að það er nú betra. Aftur komum við að þeim sannleika, við vitum alveg fullt af hlutum. Við vitum alveg hvernig við eigum að gera margt, en við vitum auðvitað ekkert hvernig við eigum að gera allt, en margt vitum við. Þannig það er í raun og veru ekkert í veginum að því leyti til að gera það sem betra er, en af hverju gerum við það ekki? Að þetta býr ákveðin ílska í mönnum. Þess vegna gera það ekki. Það er nú bara sannleikur málsins. Ég meina, hefur einhver aðra skýringu á því hvers vegna menn ger ekki bara það sem er gott? Ég held að hún sé bara ekki til. Þannig að við sjáum að við þurfum utan að koma til hjálp og utan að koma til afl sem er okkur sterkara. Og þá er aldrei að vita nema það, vegna þess að það er sterkara, takist að yfirbuga okkar gremju hugsanir. Því að hver og einn af okkur er alveg jafn hæfur og færum að láta gott að sér leiða eins og hver annar sem er. Það er ekki málið. Það er bara engin efi það. En að því að maðurinn hefur frjálst val og frjálsan vilja og svo Guði gefið, þá verður þetta allt saman að koma frá einstaklingi sjálfu, hvernig hann hagar og hegðar sínum verkum. Og núna beinum við spjótanum að okkur sjálfum, þessu kristnu mönnum og konum, því að þetta fólk, það þekkir upp og niður hvað orð Guðs er að segja, menn eru misjafnlega vel að sér þar, sem er bara af því að menn vinna misjafnlega mikið í orðinu, en allir vita að það er ætlast til þeim, af þeim, að þeir gangi fram í kærleika. Þetta er eitt af fyrsta sem kemur til manns eftir að hann hefur verið fylltur heilugum anda. Þá kemur margt svona inn og það eru þetta grunnurinn að því að fara að gera þetta sem betra er, að þú núna veistu að það er ætlast til þess af þér, en frelsið mitt hindrar mig í því eða hvetur mig stöðugt til að fara í þetta verk og svo verður. Val. Nú erum við komin með skýra valkosti og ég spyr, og hvað vill ég gera? Eins og við höfum oft talað hér, þá liggur svarið alveg fyrir. Ég og þú og við viljum gera það sem betra er. En erum við að því? Já, það verður bara hver og einn að líta í eigin barm hvað þetta varðar og skoða og skilgreina verkin sín. Og auðvitað biður maður það, bæði fyrir sig sjálfan og alla í kring, að verkin séu með þeim hætti að sómi sé af, að góðilmur leggi upp af þessum verkum. En það er því miður ekki hægt að segja það öll verk. Við sjáum bara birtingamyndirnar í kringum okkur gegnum þessa ágætu fjölmiðla sem við erum að líta í og sumir, meiri en aðrir. Þetta er allt þar. Það er ekki fátt fína drætti. Mikið af alls konar sem að segja bara að það er ekkert annað en niðurrif. Niðurrifs hugsanir og vondar hugsanir jafnvel sem er að birtast í alls konar kvörtunum og kveinstöfum. Og allir voru að gera mér svakalega til miska. Ég er ekki að segja að það mönnum sé ekki gert til miska og ég veit alveg að það er bara allt of mikið af því. Og þetta bara gildir alla menn og allar konur og allt fólk. Við þurfum öll að hafa fyrir þessu blessaða líf okkar. Bæði ég og þú. En ég hef val. Ég hef alltaf val. Ég get neitað. Ég get neitað að fara með þessum einstaklingi þangað
og hingað. Og ég get líka sagt já og farið með honum. Og svo ég lendur í einhverju súpu og steik með mitt líf af því sem ég valdi. Það er mikið svona. Og þetta vex ásmegin, því miður verður mann að segja það eins og er. Og því miður eru menn að taka undir þetta og stíga fram með stöðnings yfirlýsingu. Og löngu áður en nokkuð hefur verið sannað, nokkur dómsniðurstaða hefur komið fram. Og menn tala að það sé engin dómari götunar, að þetta sé bara umræða, kjaftaði. Það er bara verið að taka menn, minn elskaði vinur, af lífi og taka það úr umferð, með óbeinum hætti þó reyndar. Þetta er veruleiki dagsins. Nei, vinur minn, þetta er ekki umræða. Þetta er bara heift sem er í gangi. Og akkur umræða? Er ekki dómstólar með suma af þessum málum? Er það ekki þeirra að koma með niðurstöðu? Og þá, ef allt er eðlilegt, gæti farið af stað einhver umræða. En umræða fyrir svona atburði og áður en menn vita allar málalyktir hvað hún að snúast. Hún getur ekki snúist neitt nema bara eitthvað kjaftaði. Það er ekki umræða. Það er þvæla. Umræðan er góð, það er alveg rétt. En við skulum þá láta hana byggja á einhverju sem stenst, sem er. Og við vitum ekki allt, en við væntum þess að vita allavega talsvert meira þegar rannsóknar aðilar hafa farið yfir, birt niðurstöður. Þá erum við konið með eitthvað í hendurnar sem við ættum að geta byggt meira á en væri þegar ekkert er í hendi nema sagnir. Hei, þessi sagði þetta og hinn sagði hitt. Og hvað af þessu er ég? Veistu það? Þú veist það ekki frekar en aðrir. En þú getur verið að gaspara með þetta. Það er ekki umræða. Það er bull, það er þvæla. Háskaleg þvæla. Allt er þetta nú vegna þess, minn elskaði vinur, að það býr illska í öllu þessu fallega fólki. Það vantar ekki. Fólkið er falleg. En það býr í hjarta þess ákveðin illska. En þar getur þetta góða komið sér fyrir. Og nú komum við að okkur sjálfum sem trúum á Jesú Krist, því að við viljum boða hann. Hann er þetta góða. Hann er þetta fagra og fullkomna. Hann er til þess að tala inn í öll þessi mál, einmitt, til að menn tósi fram það sem betra er, og þegar þið tósa fram það sem betra er, kemur leið ákveðin sanngirni upp í hjartanu. Og þeir segja, við verðum að brúka sanngirnina þegar við ræðum svona mál. Hvaða mál sem það er. Og annað, sem er nú svo litið mikið að gleyma, þetta snýst allt einstaklinga. Og einstaklingur er bara einstaklingur. Hann er viðkvæmur og hann er brothættur, brotnar og mölvast niður að því að vera þessi viðkvæma sál, snýst til varnar, rís upp í einhverju vonsku og ilsku og hver veit afleiðingarnar af því. Þetta eru birtingamyndirnar sem við erum að sjá allt í kringum okkur. Ekki tala við mig umræðu. Þetta er ekki umræða. Þetta er bara að vera að endurtaka hrópin á götunni. Og það getur ekki verið það sem við viljum. Nei, vinir mínir, við eigum dómstóla, við eigum yfirvald sem hefur deild sem vill rannsaka svona mál og það er verið að rannsaka grúa mála, það vantar ekki.
Leyfum niðurstöðunum að koma. Þetta er alltaf mikið af sér byrt og það er nú aldrei auðvelt að komast að sumum upplýsingum í dag gegnum ágætt internetið. Þar er þetta allt, það er mikið af þessu, kannski ekki allt en mikið. Það er hægt að lesa sér til hvernig þessir rannsóknar aðeilar afgreiddu málið. Ég er ekkert viss að það sé einmitt akkurat það sem við erum að tala í dag. Þetta er ekki umræða. Þetta er bull, sleggjudóma. Það er nú bara rétt orðið inn í það. Þetta er það sem að Kristur vill komast inn í, komast að. Því hann vill að menn njóti sannmælis, njóti sanngirnis hverjir á öðrum. Hann er ekkert að segja það að ákveðin afbrot hafi ekki orðið. En hann er að segja það, förum yfir málið í rólegheitunum. Og þá, segir hann, kemur hið sanna fram. Leyfum sannleikunum bara að tala. Því að það er í eðli sannleikans að tala. Og hann talar. Og okkar kristnu mannana og kvennana er að tala orð Guðs inn í öll þessi mál. Því orðið er stórt, vítt og breitt og það tekur til allra mála flokka sem að manni snýr, hvað sem það er. Það dæmir engan. Og Kristus sagði, ég dæmi engan. Og hann er að tala til mín líka, Konráð, dæmt þú engan. Og það er nú það sem maður reynir, að dæma engan. Þetta er þessi kristna hugsun í verki. Ef við viljum fá sannleikan og við tökum alveg undir það að brotlegur á að fá refsingu fyrir sitt brot en ekki saklaus. Halló. Þess vegna skoðum við málin. Þess vegna erum við með deild og menn í vinnu við að rannsaka málin. Og þess vegna erum við með dómara sem skera úr málin. Og við verðum að trúa því að það sem þaðan kemur sé rétt niðurstaða. En dómari er auðvitað bara dómari og mannlegur allt saman það. Hún getur skjöpplast eins og öllum öðrum. En það er búið að fara yfir þessi mál eins vel og við getum og ef að þessi niðurstaða kann að reynast röng þá er náttúrulega illt í efni en það er allavega búið að fara með málið þessa leið í þessa ferla sem að við verðum að trúa að sé allavega miklu réttara heldur en hver sé að gaspar upp í annan út á götu. Er það ekki? En þetta er það sem við erum að taka bara upp á óstinn og gera bara að sannleikanum sjálfum. Við segjum bara málið er ljóst, við bara stillum honum upp og það er reynt að stilla honum upp. En menn eru misjafnlega fimir í að verjast og sumir verjast með kjafti og klóm. Og akkur ekki? Akkur mega er ekki verja sakleysi sitt? Það hafa nú nokkrir sýknudómar komið en það er ekki rétt. Það var ekki vegna þess að eitthvað opbóðslega fært lögfræðingateymi fann smugur. Það var ekkert út af því. Bara sönnunarbyrðin var ekki nógu sterk og málið féll sjálft sig. Það var ástæðan. Þetta er ekki það sem við viljum. Þetta er ekki það sem við ættum að gera. En þetta er búið að vera núna í gangi, já, kannski allar götur. Sjálfsagt er þetta ekkert að byrja í dag. En það er nokkuð mikið af því í dag. En þó er ég ekkert eins og maður sé neitt meira heldur en oft áður. Það sem er í dag er að við fréttum miklu meira af alls konar svona málum heldur en við gerðum hér í eina tíð. Og það er náttúrulega liggur alveg fyrir akkur það er. Það er vegna þess svakalega mikla aðgengis að alls konar upplýsingum. Og það er gróf á leiti alveg bara vá, gaman, segir hún. Hún er á þessum miðlum og hefur bara lifið góðu lífi.
Hún hefur alltaf verið til, blessunin. En hún er miklu, miklu meira áberandi núna vegna þessara miðla sem allir geta tjáð sig í. Og að tjá sig í, ég er ekkert að segja það, sé eitthvað rangt við það. Mér finnst þetta sjálfum alveg stórfengleg leið sem við höfum í dag. Við þurfum að gæta hvernig sem aðstæður okkar eru sannleikans. Við þurfum að vanda mál okkar. Við þurfum að byggja upp þannig mál okkar að málflutningun okkar sé í það minnsta sanngjarn. Kristur sagði, við skulum bara taka þetta upp með honum, ég dæmi engan. Ég dæmi engan. Ég ætla bara að taka undir þetta með honum og gera mínu. En ég alveg eins og þú vill að réttlæti nái fram að ganga. En ég vil að það komi fram í gegnum þessar leiðir sem við eigum. Gegnum löglega leiðir. Þetta blaður það að lögfræðingateymið þessi svakalega kláru sé að skekkja allt réttarkerfið. Ef þetta er rétt sem að sagt er að þetta lögfræðingateymi svakalega klára sé að finna smugutan út með þá er það bara að skekkja réttarkerfið. En þannig er það ekki. Það þarf engin maður að segja mér það að þetta réttar, þessi lög sem þessir ágætu menn fara eftir og vinna eftir og skoða og skilgreina, sé svo götótt að það sé bara endalaust hægt að finna einhverja smugur í gegnum það. Ég bara neita að trúa svona. Ég tel að það sé ekki rétt að skoða þetta með þessum augum. Annað er síðan hvað menn er að blása upp. Hvaðan er þetta komið? Hver veit það? En ég tel þetta ekki rétta niðurstöðu, rétta ályktun, aldeilis ekki. Og ég ætla að halda mér bara við það þangað til eitthvað annað kemur í ljós. Ég held að það komi ekki til ljós. Þannig við verðum að treysta lögunum að þau sé að gera það sem á að gera. Við treystum engu, akkur ættu við þá að treysta lögum. Við treystum varla Guði þó við trúum á hann, nema endurum og sinnum. Akkur ættu við þá eitthvað frekar að treysta manngerðum verkum. Lög landsins, þetta er ekkert annað mannaverk. En við trúum á Jesú Krist, en erum ofta að ströggla við hann. Við erum ofta að lýsa í raun og veru yfir vantrausti á hann. Drottinn, hvar varstu þarna þegar mér leið svo illa? Akkurju gerðist þetta fyrir mig á öllum mönnum? Akkurju? Vantraust. Þetta er líka í okkar röðum. Við getum alveg tekið okkur taki og bætt margt í okkar röðum. Það er líka eitt af því sem verið er að tjá sig í svona ræðu að þetta menn séu allavega sér meðvitaður svona lagað. Ekki vera að dæma neitt, bara benda á einhvað sem betur má fara, sem rétt væri að kíkja aðeins betur á, bara til þess að við séum sanngjarnara fólk, því ég veit að fólk vill vera sanngjarn. Þannig við þurfum að láta af sumu. Við skulum ekki tala umræðu þegar er engin umræðu í gangi. Þetta er bara eitthvað bull, eitthvað þvæla, eitthvað gaspur. Það er eitt sem við eigum að gera. Við skulum tala mál eins og þau eru, en ekki eins og við vildum hafa þau, niður til þess að verja einhvað sem við ættum ekkert endilega að vera að verja. Við skulum verja það sem er gott, það sem vel er gert, og við getum varið alveg fullt af svoleiðis málum vegna þess að margt gott sem er að gera. Verjum það. Ekki hitt sem áöldur hvort sé rétt með farið. Ekki verja það. Við ættum, svona ef allt er normal, að tala gegn slíku. Og við þetta kristna fólk sem berjum okkur á brjóst fyrir að vera sannleikasmegin í þessu öllu, og við erum það. Við höfum aðgang að sannleikanum.
Okkur ber að tala þá sannleikan og koma inn í öll mál þar sem ranglæti er framið. Og við sjáum að það nú hægt að drepa á ýmsu þar. Bæði í deginum hér og nú og bara ef við förum nú í söguna þau ósköp öll, tala nú ekki um það. Þetta er vettvangurinn. Þetta er akur hins trúaða manns líka. Því að með því að tala það sem rétt er, benda á það sem rétt er, erum við bara hreinlega að búa okkur til umhverfi sem er betra. Þannig er það nú. Já, ég dæmi engan. Ég er ekki þar með að segja að ekkert hafi gerst. Það er ekkert á minni könnu að vera neitt að tala um það. Ég veit að margt hefur gerst og margt óréttlæti verið unnið og vanhugsuð ráð hér og þar. Oft hefur mann auðvitað verið á þeim stað sjálfur að gera einhvað vanhugsað. Þannig við erum öll á þessu stað og við vitum alveg um hvað er að verið að tala akkur. Þannig við erum bara fólk og fólk er breyst. Það er veikt í sér sjálfu. Og akkur heldurðu að þú hafi fengið heilagan anda sem átt trú, vegna þessa veikleika í þér. Því andinn gerir þig styrkan. Trúin á Jesús gerir þig styrkan. Og þessi styrkur eflist eftir því sem að þú skilur orðið betur. Þessna er alltaf sama hvatningin, skiljum orðið vel. Við höfum öll skilyrði til að skilja orðið vel. Við erum með kennaran og hann er í okkur. Við þurfum ekki að fara neitt til þess að fá hann til að kenna okkur. Hann er í okkur. Við tökum bara fram orðið og kennslan í raun og veru byrjar. Því að kennarinn, heilagur andi, er í þér. Nær þér getur hann nú ekki verið. Þannig að við erum án afsökunar ef við erum ekkert að skilja það sem við erum að lesa. Og það er ein kennslan sem segir mér, og við kennum mörg hver, leyfið andanum bara skýr út fyrir ykkur hvað hann á við, hvað orðið á við. Og þið fáið þá bestu kennslu og réttustu kennslu sem hægt er að ímynda sér, fá. Hún kostar ekki neitt. Þú þarft ekkert að fara, þú þarft bara að hafa því í verkið. Taka fram bókina og biðja stutta bæn og byrja svo að lesa. Það er gott að biðja stutta bæn áður maður les, því að einhvern veginn þá verða stöðvarnar í okkur virkari. Það er allavega mín reynsla. Og þess vegna erum við að þessu. Við viljum að sé okkur árangur af því að gera þessi verk. Að við viljum standa sannleikas megin í lífinu. Og við getum það. Við eigum Jesú. Við eigum til trú. Við eigum öll skilyrði. Við höfum bókina sem segir okkur sannleikan. Sem tekur á öllum þáttum mannlífsins. Og við viljum að þetta sé hlutskipti okkar. Að taka öllum þáttum mannlífsins og undanskilja ekkert. Og það sem að brennur okkur í hjarta er réttlætið. Að það sé hátt uppi, ekki ranglætið. Við viljum ekki verja ranglætið. Og þó við verjum ekki ranglætið, þá erum við engan að dæma. Við erum bara að benda á að þetta er ranglætið. Við þurfum að temjast við réttlæti. Og hvernig fáum við það til okkar? Við sem eigum trú, við höfum öll skilyrði til þess að vera þetta réttláta fólk. En við þurfum að stíga fram í því. Við þurfum að temjast við það. Og eitt sem við getum byrjað á því, sem er gott, því við erum náttúrulega bara menn eins og allir aðri menn, við lokum á slúðrið. Byrjum þar. Bara segjum, hei, mér langar ekki til þess að heyra þetta, við getum ekki sagt mér eitthvað annað. Lokum á þetta. Er það hægt? Það er allt hægt. En ég viðurkenni það, fyrstur manna, það getur verið erfitt að loka á allt. En stundum eru nú bara aðstæður þannig að hreinlega við verðum að vera með síuna uppi. Orðið er sían. Orðið er alltaf virkt. En við þurfum að virkja þetta orð til þess að síur virki. Og þá er aldrei að vita nema
næst þegar ykkur byrjar að segja svaka slúður sem kýtlaði svo eyrun einu sinni, að við snúum okkur að við komum að segja, þetta ekki til í að tala eitthvað annað við með þetta. Þetta hægt að gera þetta, en við verðum að velja það. Við getum alveg haft samúð með þessu blessaða fólki og við höfum það við þetta. En við tökum ekkert undir það bara á þess að kanna málið, með ekkert í höndunum nema orð. Orð á móti orði kannski sem stangast á. Hvað er ég á að trúa? Leifum þessu bara að fara rétta leið. Og sjáum niðurstöðurnar og þá blasir þetta við hvað skeiði. Líklega allavega betur en var á meðan þetta eru bara orð á móti orði. Það er ekki réttlæti verki að taka fram dómsniðurstöðu úr þessu. Dómararnir gera það heldur ekki. Þeir afla sér upplýsinga. Og þessi rannsaka máli fari yfir alls konar efni og tala við fullt af fólki til að fá sem réttustu niðurstöðu. Þetta er leiðin sem við viljum fara. Þetta er leiðin sem Drottinn Jesús Kristur er að benda okkur á. Að hann vil réttlæti í verki. Hann veit að réttlæti í verki gerir samfélagið betra. Og hver af okkur vill ekki betra samfélag? Kemur til vegar að samfélagið verður heilbrigðara, heiðarlegra. Þannig að þetta er hægt að gera allt. Og við höfum leiðirnar. Leiðin er orð Guðs. Það er ekki allir trúaðir, ég veit það. En við sem erum trúaðir getum verið rosalega öflug rödd inn í allt þetta. Og hve oft hefur ekki kristindómurinn verið öflug rödd inn í ranglætið. Alla tíð síðan það kom hefur það verið það. Og hve miklu hefur það breytt. Ég veit það ekki, en ég lít svo á að það hefur oft breytt heilmiklu. Við skulum bara halda þessari vinnu áfram. Við skulum tala það sem orðið er að segja. Og þá fyrir við ósjálfrátt að gæta réttar fólks. Réttar fólks. Og við tölum ekki einhvað sem engin umræða sem umræðu. Við tölum bara þetta eins og þetta er. Bull. Sleggjudóma. Óstaðfestar niðurstöður. Hver vill það? Allavega ekki ég og ég hugsa að þú sett nú bara sammála því. En þetta er það sem við þurfum að gera. Við þetta kristna fólk, við getum ekki tekið undir með Gasperinu. Við verðum að vera aðeins komnir lengra til þess að heldur Gaspararinn og þá horfum við á einhverja staðreyndir, býtu hvað eru þær? Ef við viljum eitthvað tjá okkur þetta mál, þá gröfumst við fyrir þær, en við finnum ekkert, þá náttúrulega er ekki neitt þess að tala Þá verðum við bara að bíða til eitthvað meira kemur í ljós. Og hvað ætlum við að gera eins og við nú séð líka þegar sýknudómarnir koma? Ætlum við þá að bara þegja, eða ætlum við að tala svakalega klára lögfræðingateymi sem fann allar smugurnar? Eða ætlum við bara una niðurstöðinni og býti það súra epli að við höfum rangt fyrir okkur? Það er ekkert létt. Hvað ætlum við að gera? Þegar niðurstaðan er komin og sem við verðum að trúa að sé sannleikurinn sjálfur. Hverju ætlum við að trúa? Svo mikið er víst, við verðum að endingu að trúa einhverju. Þannig við sjáum að við þurfum að kenna kennslu sem tekur á þessum málum, sem ýtir við fólki í þessa átt. En svo ég endurtaki það er ekki verið að dæma neitt. Réttlæti skal ná fram að ganga. Það er ekkert verið að taka upp málstað þess sem að sagt er olli ykkur ofbeldi. Þá enginn að beita ofbeldi, ekki heldur þú eða ég. En það er ekkert verið að tala um það mál.
En samt getum við talað þannig að við allavega ítum undir það að það sem niðurstaðan sé það sem gerðist en ekki það sem að rópin á götunni sögðu. Þannig við tölum ekki umræðu, þetta sé bara umræða þegar hún ekki fyrir hendi. Við viljum umræðu en við skulum hafa eitthvað í höndunum til þess að geta rætt málin. En ef það ekki fyrir hendi, hvað ætlum við þá að tala? Þá liggur bara næst fyrir að við munum gaspara með gösparurunum. Og hvert leiðir það? Til óréttlætis, ójafnvægis. Það leiðir til þess. Og við þetta kristna fólk erum aldeilis ekki kölluð til þess að auka óréttlæti. Heldur til þess að auka réttlæti. Og þá höfum við líka orð Guðs. Og við tölum út frá orði Guðs. Við tölum kærleika inn í öll þessi mál. Og hann mun sigra að endingu. Við þurfum að fá svona ádröpu vegna þess að það þarf einhvers staðar að reyna að stoppa þessi mál. Það ekki hægt að láta þessi mál bara vaða uppi fram og tilbaka algjörlega stjórnlaust. Það verður að taka á þessu. Og þá gerum við það ef við höfum eitthvað til þess að tala og við erum að benda orð Guðs, lærið orð Guðs. Og hvað segir ekki orð Guðs? Meti alla menn jafna. Það er að tala við mig, Konráð, mettu alla menn jafna. Er það hægt? Þetta er það sem orð Guðs segir. Þannig það er alveg ljóst að það mun þá hjálpa okkur við að ná þessu marki. Ef við metum alla menn jafna, þá eru við ekki leið endilega upptekni við það að dæma. Nema þá að hafa eitthvað í höndunum til að dæma með, ef við viljum fara þá leið. Þannig við sjáum að brotalagaminnar eru nokkuð margar. Og ef engi tjáir sig þessi mál, hvar á þá réttlæti að byrja? Við kirkjuna fólk, við erum kölluð til að bera frá réttlæti Guðs. Og við megum bara ekkert láta hjá líða að það sé gert. Við verðum að halda áfram að höggva, leyfa að vera þessi dropi sem fellur á steinin. Í þeirri von og trú og vissu að í daginn þá klofnar sem þetta dropin vinni sína vinnu. Þetta tekur allt tíma og við getum ekki stoppa núna þegar lausnin er ekki komin. Við verðum að halda áfram. Það er best fyrir alla. Það ekki? Erum við ekki að byggja upp réttlátt samfélag einmitt með því að komast að kjarna málsins? Við segjum, höfum það sem er réttara. Sama hvert viðfangið er, höfum það sem er réttara. Og hafi menn unnið til sektar, þá ber þeim að fá sína sekt og sinn dóm. Það er ekki til að tala neitt að hlífa mönnum við því, en höfum það sem er réttara. Og förum varlega í yfirlýsingar áður en vitað er nema eitthvað bara, eitthvað kott, og ekkert meira. Einhver sagði einhvað og allt í einu er það stóri sannleikur. Hvenær var það? Hvenær byrjaði það? Ég held að það hafi bara aldrei byrjað. En þetta er eitthvað sem við erum að búa til. Við búum margt til. Að því maðurinn er vitibori manneskja. Maðurinn á sinnhátt er alveg stórkostleg sköpun Guðs. En hann féll. Og þegar hann féll og aðskilnaður var við Guð, þá kom upp í honum þessi illska. Vissirðu það? Heilagur andi tekur á þessu máli, en hann þarf fyrst að koma. Og hvað er fyrsta skrefið til hann komi? Við boðum trú. Við tölum Jesú. Hann opnaði leiðina. Hann opnaði leiðina mér. Af hverju? Það veit ég ekkert ég veit bara hann gerði það. Eins og ég oft talaði þá var ég ekkert einu sem að biðja þetta. Ég var ekkert að hugsa hann og hef oft talað það og það er sannleikur málsins.
En ég átti góða menn að, gott fólk að. Og sumir af þeim voru að biðja fyrir þessum gaur. Og það skilaði árangri. Og síðan þá hef ég séð marga menn frelsast og margar konur frelsast. Þó ég veit ekki alla hvað þetta ágæta fólk í dag. En tíma sumir af þeim voru í eldi lifandi Guðs. Allt með árangri, minn kæri vinur. Og til að halda út í Jesú nafni þurfum við þennan dag til þess að rækta samfélagi við hann. Svo lítil bæn, svo lítil spjall við Guð, svo lítil lestur í orði Guð. Þetta leiðin. Engum ofraun eða ofverk að gera, en mikilvægt verk. Til þess að réttlæti haldi áfram að búa í hjartamanns sjálfs. Og þar á það heima. Í hjarta okkar mannana, réttlæti Guðs. Okkur ber að tjá okkur þegar að ranglæti er framið. Og við veitum að það er mikið ranglæti, allt of mikið ranglæti, allt of oft í okkar yndislega samfélagi. Já, yndislega samfélagi. Þetta er lítið samfélag og mörguleiti mjög gott samfélag. Ef við þurfum að standa vörð það. Og þessi varðstaða er alltaf að minnka. Vegna þess að Guðsvitundin er ekki eins og hún var hérna í eina tíð. Og kannski er það líka ástæði fyrir því að við þetta trúað fólk erum allt og lítið að láta á okkur bæra og bera. En það ættu við að gera. Það vilji Guðs að við gerum það. Í Jesú nafni. En er þetta ekki orðið gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og hefur þetta ekki lengra að sinni.